Flóttafólk er fólk sem yfirgefur heimaland sitt til að flýja átök eða ofsóknir. En hvert fer það til að finna öryggi? Flest flóttafólk fer til nágrannaríkja landsins sem það flúði frá. Margir vilja vera nálægt fjölskyldu og vinum og vonast eftir að komast heim sem fyrst. Í mörgum tilfellum er langt þangað til fólk kemst aftur heim til sín, svo það lifir sem flóttafólk í mörg ár. Meirihluti flóttafólks býr í þéttbýli í gistilandi sínu. Það leigir húsnæði í bæjum eða borgum og reynir að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Aðrir búa í flóttamannabúðum eða í bráðabirgðaskýlum, þar sem lífsskilyrði geta verið mjög krefjandi. Sumt flóttafólk býr í flóttamannabúðum í mörg ár eða jafnvel áratugi. Í dag er flest flóttafólk í heiminum í Afríku, Mið-Austurlöndum og Suður-Asíu. Einungis lítill hluti flóttafólks er í iðnvæddum löndum eins og Norður-Ameríku, Evrópu og Ástralíu. Langstærstan hluta flóttafólks, eða 9 af hverjum 10, má finna í þróunarlöndum. Þetta þýðir að suma fátækustu ríkjum heims sem standa nú þegar frammi fyrir efnahagslegum og félagslegum áskorunum hýsa gífurlega stóran hluta flóttafólks. Þetta sýnir okkur ójafnvægið í því hvernig hýsingu flóttafólks er dreift milli landa allan heim.